Nú þetta módel það bil að verða tilbúið og það aðeins eitt sem við eigum eftir að búa til og það hjólastellið. Því miður ekki sýnt á teikningunni neins staðar að hvernig þetta hjólastell á að líta út. Það eina sem hann gefur til kynna að maður eigi að kaupa 8 til 10 tommu ál hjólastell. Ekkert annað. Hins vegar, þá ætti út frá þeim upplýsingum sem við höfum hérna á teikningunni að vera auðvelt að teikna upp hjólastell sem að dugar. Til að byrja með þá sjáum við að miðjan hérna 25 millimetrar yfir hérna. Þá getum við skrifað hérna 25 millimetra í miðju. Svona. Síðan spurningu það hvað þessi leggur hérna langur og við getum fundið út að hjólið svona 55 millimetra fyrir neðan skrokkin og hann sýnir hér þetta þessi hjólaskál sem ég ætla nú ekki að smíða. En lendingar hjólastellið hér á. Þannig að ef þetta 55 þá þarf ég bara að finna 55 hérna fyrir ofan, draga svona strik og þá get ég framlengt þessa skálinu hérna upp hingað að þessum punkti hér og þá vitum við það að þetta svo mikið sem 65, þannig að 65 millimetrar niður og svo þessi lok hérna að þetta svo mikið sem 15 og það þá skrifum við hérna 15 millimetra fyrir dekkið. Og þá höfum við fyrir utan náttúrulega skrokkbreiddina sem 75 millimetrar skrokkur. Þá höfum við öll þau mál sem við þurfum til þess að teikna upp þetta hjólastell. Við skulum byrja því að taka 25 millimetra hér, svona. Og þetta breiddin á hjólastellinu í miðju. Og þá getum við unnið okkur frá endanum innan miðjunni. Og það fyrsta sem við höfum 15 millimetrar hérna. Þannig að við byrjum bara á því 15 hér og reynum að taka svona þvert. Svo voru 65, það hérna. Miðjan á hjólastellinu yfir skrokkin var 75. Svona. Svo aftur 65. Hérna. Og svo 15 að lokum. Niður. Það ekki 15, já. Ef við ímyndum okkur að hjólastellið sé
alveg beint að framan, þá þurfum við að við getum setta 15 hérna. Við tökum 15 þar sem að dekkið festist. Þá getum við gert skálínu hingað upp. Þá hérna komið hjólastell sem við ættum að geta notað, og miðað við þær upplýsingar sem hann gefur að þetta er 9,5 tomma, þannig að við erum alveg innan þeirra marka sem hann setur á teikningunni. Þá kemur spurningin, úr hverju getum við búið til þetta hjólastell? Og svarið er náttúrulega úr áli. Það er hægt að kaupa ál í hinnum af þessum búðum, en fyrir nokkrum árum þá löbbuðum við okkur upp í vegagerð. Spurðum hvort þeir ættu ekki einhver vegaskilti sem væru svona að detta úr notkun, og jújú, það voru hrúgurnar að. Svo að við fengum að gramsa, og hérna er álplata, 3 mm, mjög falleg og fín álplata sem við fengum að hirða. Þetta var einu sinni svona leiðbeiningaskilti. Svo að nú ætti ég að geta tekið úr þessu hérna eitt stykki pínulítið hjólastell. Ekki málið. Nú ætla ég að færa þessa teikningu hérna yfir á álið og saga það úr. Það er auðvelt að saga þetta til dæmis með bandsaug. Ál sagast mjög auðveldlega, svona eins og tré. Hérna er hjólastellið útsagað, og ég þarf bara að nutta það smávegis með þjöl núna til að gera það slétt og fínt. Svo þarf ég að gera gött hérna og einhver gött í miðjuna til að halda því föstu. Og hér er hjólastellið tilbúið. Nú getum við bara merkt fyrir að ég er búinn að því hérna, og fest þetta stell hérna niður á skrokkin. Svo set ég svona gaddaræð undir, og þá er stellið fast á skroknum. Og hérna er þá engin furða, standandi í lappirnar, vantar að vísu stelhjólið. Þetta virðist vera allt í lagi. Þá er komið að því að setja lamir í stýrin. Það eru sýndar svona CA-lamir svo kallaðar, og ég fekk mér hérna CA-lamir. Þær eru svo stórar að ég klippti þær í tvennt, þannig að ein dugar fyrir 2. Og það er sýnt á teikningunni hvar lamir eiga að vera á þessu módeli, og ég er búinn að merkja það hérna á hliðarstýrið. Þá get ég merkt hér, og ef ég svo nota lömina, þá get ég merkt hérna á hvar lömin á að koma. Það sem við gerum er að við notum svona
þunnt blað eins og þetta. Þetta er skurðarhnífablað, það er langbest. Og við finnum akkurat miðjuna. Í þessu tilfelli er 3 mm balsa að ræða, þannig að það er auðvelt að sjá hvar miðjan er. Og við rennum hnífnum laust á milli strikana nokkrum sinnum og reynum alltaf að fara dýpra og dýpra. Það er ágætt að taka aldrei mjög á þessu, þannig að hnífurinn fer alltaf dýpra og dýpra þangað til hann er komin svona langleiðina oní. Þá erum við komin með rauf sem að lömin passar í. Hálf lömin dettur oní. Nú ætla ég að gera þetta á stélkambinum líka. Svo. Nú hefur við að geta rennt þessu saman. Sett þannig að stýrið kemur núna aftan á kambinn. En hliðastýrið getur ekki hreyfst vegna þess að þessi hlutur hérna er beinn. Við þurfum að taka skálínu sikkurum megin á hliðastýrið til þess að það geti hreyfst. Næst þá byrjum við á því að klæða og ég er komin hérna með 2 rúllur, aðra appelsínugula og hina hvíta. Ég ætla að nota þetta til þess að klæða módelið áður en ég set það saman. Ég get ekki sett þetta á fyrir en eftir ég er búinn að klæða. Þannig að í næsta vídeói byrjum við á því.